Heyrðu Óli, það lítur að vera sárt að sjá eftir allavega einu stíu eftir að þið klikkið þessari vítaspyrnu. Já, vítaspyrna var nú ekki það sem að réði úrslitum í þessu leik. Að sjálfsögðu ef við hefðum skorað á henni og leikur að fara í jafntefli þá hafði verið svona hálfgert óbragði í munnunum á manni en við höfum tekið því óbragði. Frammistaðan var einfaldlega ekki nógu góð til þess að fá nokkuð skapaðan hlut út úr þessu leik. Hvernig fannst þér leikurinn svona spilast? Já, hann spilaðist ekki vel á okkar, það er alveg ljóst. Við vorum varnarlega veikir út allan völl. Aftasta línan mjög óörugg, miðjan lent undir, fremstu menn svona byrjuði ekki vörnina eins og ég hefði viljað sjá okkur gera það. Sendingar hjá okkur, slakar, ákvarðanataka ekki góð. Þetta var bara í hreinskilni sagt slakur leikur hjá okkur og þess vegna segi ég það að þetta víti, það er svona, menn eru svolítið að blekkja sig á því að það hafi ráð úrslitum. Það segir kannski svona mikið okkar hlutskipti í leiknum að við náðum ekki einu sinni að setja vítaspyrnu í neti. Þið voru lítið að skapa ykkur í dag, veldur það þér áhyggjum? Já, núna veldur það mér áhyggjum. Við sköpuðum ekki mikið en svona þetta var leikur sem fyrir þjálfara var mjög erfitt að grípa utanum af því að við vorum það slakir í mörgum þáttum og það margir leikmenn sem spiluðu langt undir getu ætla ég að vona en það er engin betri en síðasti leikur sem maður spilar og þessi leikur er ekki þannig að við getum verið svona reykja okkur á hann. Slakasti leikur ykkar í langan tíma? Já, ég myndi segja að þetta væri slakasta frammistaðan í langan tíma og það er fúlt að það skulle vera hér í Íslandsmóti á móti góðu liði FH.